ég fór einn til Berlínar, var í Berlín árið fyrir fall múrsins í námi og var einn vetur þar semst, þá flutti mig svo aftur til London eftir þetta og var rauninni semst ekki komin alveg með þýskuna alveg hreint fyrir eftir 2 ára í London og þá fluttum við hjónin til Wiesbaden og þar í rauninni svona fyrst læriði ég almennilega þýsku. Það var náttúrulega svona kannski mest að því að vinna með leikstjórum og stjórnendum og þvælast niður í óperahúsinu sem var að syngja og tala við fólk og allt þetta. Þannig að þetta er svona síðast inn að árunum svolítið en í rauninni stóð mitt þýskunám þá alveg frá því bara í 3. bekk í Vesturskólanum og það er svona öðru eða 3. ári á samningi í Þýskalandi í óperahúsinu í Vísbjörn. Svo kannski förum bara eitthvað aðeins nánari ræða eftir það. Já, komið sæl, ég heiti Ása María Valdimarsdóttir og fyrir mörgum herrans árum lönguðan að tölvur og farsímar og allt þetta var til, þá var hún stúlka sem lauk stúdentsprófur MR hérna líka og hún var ekki meiri stúlka en það, hún var hún gift kona, þá tíðkaðist það bara eignast börn í menntaskóla og gifta sig og svona. Þannig stóð ég eftir stúdentspróf og ég og maðurinn minn og áskamalt barnið mitt, við ákváðum bara hérna nú gerum við eitthvað meira í þessu, bara sjá eitthvað meira í Ísland og vissum ekkert meira. Vissum ekki hvað ég vildi og varum máladeildinni hérna, það var aðeins kynst þýsku og öðrum tungumálum. Svo það sem við gerðum bara var að taka upp landakortið og hvert ég var að fara. Og fyrst Bretland, nei, búin að vera þar, eitthvað annað. Norðurlöndin, já, það er svolítið auðvelt, eitthvað svona aðeins meira auðrandi. Frakkland, nei, það er eiginlega of erfitt. Þýskaland, yes, það var málið. Þýskaland, svo var bara að loka augunum, kortið, hvert var fyrir Þýskalandi og punkturinn. Við komum aukstaðar hérna niður í Baden-Württemberg. Og þar var bara að byrja að leita og við leituðum að stað og háskóla vegna þess að ég hef sem að mér langar að fara annarkvort í viðskiptafræði eða jarðfræði. Og viðskiptafræði var ofan á. Og við fundum hérna fallega litla bæ sem hét Heidelberg, maður vissi ekki þá, það var ekkert internet og svona sem maður var að skoða dagstæðilega vissi lítið heiminn. Og hérna, til þess að gera langa sögu stutta, þá fórum við þangað, öll leysingin, til Heidelberg og Ása María þurfti eins og flestir aðrir að taka inntökuprófin í sína viðskiptafræði og aðeins meiri þýsku. Við vorum bara aðalega að þýða lingvabóna og svona á þeim tíma, og ég settist á þennan bekk í undirbúningsnámskeið í Deutsch als Fremdsprache í þýskudeildinni og mikið svakalega fannst mér það skemmtilegt. Það var svo gaman og það var svo mikið skemmtilegu fólki alls staðar á heiminum, svo ég hugsaði með mér eftir fyrstu önnin, nei, ég ætla bara að vera hér. Og þannig varð ég, bara ílendist þar í þeirri deild og varð sem sagt í kjölfarið eftir nokkur ára dvöl í Heidelberg. Þá var ég sem sagt þýskukennari og kom heim og fór að kenna þýsku. Svo vantaði mann eitthvað að gera á sumrin og þá var farið út í ferðamennskuna. Ég var farastjóri víða Þýskaland og síðan seinna meir út allan heim og það var svona hliðarstarfið mitt alltaf. Þessi bæði kennsla og farastjórn og síðan tók ég leiðsögumannapróf hérna heima og hefur stundar leiðsögn með þýska og þýskumælandi að ferðamennum landið. Þannig að þar stend ég í dag. Ég starfa núna, hef hætt kennslu, ég tók menningarmiðlun líka mastersnám í menningarmiðlun hérna í háskóla og hérna er að skipuleggja aðalega ferðir fyrir Íslendinga til útlanda og ekki síður fyrir þýskumálandi og aðra sem vilja koma til Íslands og skoða okkar fallega land. En þýskan er mitt hjartans mál. Ég er algjörlega kolfjall fyrir þessu tungumáli og finnst það skemmtilegt í alla staði. Góðan daginn, Ásdís Thoroddsen heiti ég. Já, ég held nú að systkin mín létu mig læra ljóð á þýsku über allen Gipfeln ist du, in allen Wipfeln spürst du, þegar ég var 7-8 ára og fleiri, vegna þess að þeim fannst svo fyndið að sjá mig fara með þetta. Ég vissi sjaldnast innihaldið. En ég var öll fyrir Frakkland og frönskuna og svo ætlaði ég hins vegar í mentó að fara auðveldu leiðina. Ég var á líffræði en vildi skemmta mér dálítið, svo ég færði mig yfir í nýmáladeildina og bætti við mig þýsku á 2 áföngum í senn og spænsku. Hafði frönsku fyrir. En þá
það var nú, og það gekk bara vel, var hjá Þorvarði líka. En þegar eftir skóla, þá vann ég í Paradísaheimt með Norddeutscher Rundfunk hérna á landi. Og þeir voru taka upp, já, eftir skáldsögu Halldórs Laxness, sjónvarpsseríu. Og það vakti auðvitað áhuga minn, reyndar, sko þetta voru mín fyrstu kynni af kvikmyndagerð, þar sem ég vann sjálf. Og þar að auki sjónvarpsmyndagerð sem alveg líka sér á parti og það vakti blendnar tilfinningar og í rauninni forvitni líka. Mér langaði til þess að sjá fólkið, þjóðina sjálfa. Nema hvað að ég var komin inn í háskóla í París og ætlaði að fara þar, ég man ekki, það var búið að veita mér þar skólavist, þegar ég bara svissaði og sótti í heimspeki í Berlín og þurfti að taka þetta inntökupróf og ákvað ég nefndi ekki að fara í þýskunám. Ég hafði barist í gegnum Das Schloss eftir Kafka og auðvitað skilur maður ekki bofs eftir menntaskóla. Svo að ég las málfræðina utanað, lærði hana bara utanað og komst í gegnum prófið á því sko og orðabókinni. Þannig að ég gat farið í heimspeki og ég man eftir því að það fyrsta sem við áttum að taka fyrir voru 2 setningar í Zur Grundlegung zu Metaphysik der Sitten eftir Kant og það voru 2 setningar og náði yfir 2 blaðsíður í smáu letri og sögnin síðast. Þetta var, ég fór þetta í tutorium sem hjálpaði mig mikið og gerði eins og, sko ég lærði þetta í knæpunum, þar læri maður þýskuna og að hitta Þjóðverja og skemmta sér með þeim sem maður gerir jú ansi vel á þessum árum sko. Og ég hef alltaf hins vegar, þýskan hefur nýst mér mjög vel og mér þykir mjög vænt Þýskaland og hérna landið sjálft og ekki hvað síst tungumálið og tek á móti á hverju sumri minnstakosti 2 hópum ef ekki fleirum ferðamönnum. Það bara mitt sport að fara hérna upp fjöll og já, þá hitti ég líka aftur Þjóðverjana sko, ágætis fólk, prýðis fólk. Já, sæl Gauti, ég lærði þýskan mjög praktískum ástæðum. Ég varð ástfanginn og það ágætis ástæða til þess að læra tungumál einhvers. En þetta samt svolítið flókin saga því ég var eins og margir hér, við erum greinilega ekkert að gorta af afrekum okkar í skóla hér, hvert að fæta öðru. Og ég var svona í menntaskóla þegar skoðunar að enska væri bara alveg nóg og taldi það nú bara alveg duga og var að vinna síðan sem þýðandi við ensku og hafði engar áhyggjur af þýsku í mörg ár og hugsaði ekkert það tungumál. Svo 1989 þá var ég að vinna inn í fréttastofu sjónvarpsins og þá sé ég að þeir eru búin að hrinda niður múrnum sem hafði verið þarna allan tíman. Og ég gafti, maður var alveg með fyrir þessu allir þó maður verið hérna lengst út á Ballarhafi, þá var þessi múr einhvern veginn inn í höfðinu á okkur líka. Og ég taldi það að nú verði ég að fara að gera eitthvað og þarna fór til Skotlands að læra af því ég kunni bara ensku. Og þar varð ég ástfanginn af þýskri konu og þar náttúrulega voru örlög mín ráðin. Ég elti hana náttúrulega til Þýskalands og leið og ég gat tala nógu mikla þýsku til þess að biðja hana að giftast mér, þá plataði ég henni til þess. Og hún var nógu vitlaus til þess að segja já. Já, skilið það. Það var kannski svona frekar basic spurning sko. Það var hægt að spurja þessu svona frekar, það er ekki miklar flettingar, þetta var ekki stórt próf, en ekki spurningin. En síðan fór ég þarna í nám í Þýskalandi, ég vildi vera ennþá meiri þýðandi en áður og bæta við þýskunni og það tók við nokkur ára nám og það var mjög gaman. Eins og ég segi, ég lærði þetta ekki á börunum, heldur á koddarum, en munurinn á mér og félögum mínum hér. Og svo líka var eitt sem ég lærði á þessu, það var þarna að náttúrulega nota tungumálið og ég byrjaði til dæmis á því að ég kunni 4 orð
og þá byrjaði ég strax að tala og ég ákvað að gera þessa tilraun af sjálfum mér að byrja bara að tala leið og ég gæti sett saman 3 orð og það gekk bara mjög vel, að vísu fékk ég ekki alltaf það sem ég vildi en það jók námskrana skulum við segja. Svo stundum baði ég konunum að hjálpa mér með málfræðina og hún sofnaði alltaf og þetta var dálítið vandamál því ég ákvað að fara að tala þýsku strax og ég kom þarna og þetta var svolítið vandamál þess að hún sagði við mér já, Gauti, við höfum nefnilega kynst á ensku, náttúrulega í Skotlandi og þú sagði við mig, já Gauti minn, ég nenni ekki að tala við þig eins og 30 ára alltaf. Og hún gerir það reyndar ennþá, en þetta var svona svolítið svoleiðis þannig að ég talaði mjög takmarkað og hún lítið og við gerum þá svona dálítinn samning, Ok, ef það eitthvað sem farið að hitna hérna hjá okkur, þá skiptum við yfir á ensku. Og það var þannig að leið og eitthvað fór að hitna í sambandinu, þá allt í einu voru menn farnir að tala ensku, svona eins og í Sameinuðu þjóðunum. En ég búinn að læra næga þýsku síðan þá, af þessari samveru, og ég plataði hana síðan hingað til Íslands, þessa ágætu konu mín, Óna Sabína heitir hún. Og núna get ég hnakkrifist á þýsku, alveg á þess að hika. Þannig að ég tel mig vera orðin fullnema í þýsku af þessu sambandi.